Heyrðu, þá bara held ég að allt sé klart. Er ekki? Jú, og ég fer þarna meginn, sagði hún mér Kata. Já.
Hvað er klukkan á því? Og svo getum við tilbaka í deilum. Við höfum svo eftir að fara, já. Ba, 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 ba.
Kæru kandidatar, stuðningssveitir kandidata, starfsfólk og aðrir góðir gestir. Það er gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í dag. Þetta gerist ekki oft og maður er ennþá að venjast þessu. Þið sem eru viðkvæm fyrir handaböndum eða faðmlögum, ég bið ykkur um að líta undan því það mun vera mikið af því í dag. En mitt hlutverk hérna í dag, ég heiti Guðmundur Gunnarsson. Ég ætla að reyna að leiða ykkur í gegnum það. Ég var eitt sinn, þótt að þið kunnið að efast það, eitt sinn nemandi við þennan skóla, ég meira að segja kláraði, eins og þið eruð að gera í dag. Þetta er alltaf hátíðleg stund og þið megið vera ótrúlega stolt. Að klára háskólanám er merkilegt, en að gera við þær kringumstæður sem þið gerðu það er afrek. Þannig að þið eigið að klappa ykkur á baki, þið eigið að njóta dagsins og þið eigið að vera óendanlega stolt af ykkur, eins og ég veit að fólkið ykkar er. En við ætlum að vinda okkur í þetta. Við ætlum að reyna að hafa þetta ekkert ofboðslega langdregið. Það er áskorun, vegna þess að þið eru mörg, skólinn er að stækka. Við gerum þetta í 3 hollum, þannig að þið eruð 1/3 af því sem að háskólinn er í heild sinni. Og ef ég hugsa tilbaka hvernig háskólinn var þegar ég var hérna, þá væri það sennilega hérna cirka svona 6 fremstu raðirnar sem væri háskólinn á Akureyri. Þannig að það er ótrúlegt að sjá hvernig þessi merkilega menntastofnun hefur vaxið og dafnað. Ekki þrátt fyrir að vera ekki á höfuðborgarsvæðinu, heldur vegna þess að hún er ekki á höfuðborgarsvæðinu. Ég varð að koma að landsbyggðarpólitíkinni. En dagskrá hátíðarinnar er alltaf formleg, við reynum að halda í hefðirnar og við hefjum þetta á því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, hann flytur ávarp, en fyrst gengur hann í salinn ásamt Oddi Þór Vilhelmssyni, sviðsforseta viðskipta og raunvísindasviðs, Sigríði Síu Jónsdóttur, forseta heilbrigðisvísindasviðs og Þórólfi Guðnasyni, sóttvarnalækni, sem er heiðursgestur háskólahátíðarinnar í ár og sérlegur eftirlitsmaður með smitleiðum. Ég ætla að biðja ykkur að rísa úr sætum og byrjum þetta. Gjörið svo vel. Sóttvarnalæknir Þórólfur Guðnason, rektor Ragnhildur Helgadóttir, kæru gestir nær og fjær, en umfram allt kæru kandídatar. Hingað erum við komin og við getum verið ákaflega stolt af því. Síðustu ár hafa verið tímabil áskorana, stórra sem smárra, og hvort sem ég horfi til hvers og eins ykkar, nú eða til ykkar sem hóps, þá er það í raun og veru afrek að við skulum vera hér öll í dag. Kæru landsmenn, gestir nær og fjær,
Að þessu sinni brauðskrá svo rúmlega 500 nemendur frá 3 fræðasviðum við Háskólann á Akureyri. Líkt og kom fram áðan og þá höfum við 3 athafnir, ein var í gær og þessu er númer 2. Þeir kandidatar sem brauðskrást í þessar athöfn hér í dag eru af heilbrigðisvísindasviði annars vegar og viðskipta- og raunvísindasviði hins vegar. Þetta er því gleðistund og enn frekar vegna þeirra, hvað hefur að kalla veiru fjanda sem á okkur herjaði á meðan á mig stóð. En það er svo merkilegt að sagan endurtekur sig og árið 1918 lagðist á heimsbyggðina ekki ólíkur faraldur. Þekking var að sjálfsögðu mun minni þá en var í dag. En faraldurinn var í grunninn ekkert ósvipaður kófinu. Og ég fylgist með þessa héðan frá köllum við þetta kófið með stóru K og litlu vaffi. Til að aðskilja frá hinn íslenska sanna vetrarkófi sem er með effi. En það var á grunni þekkingar sem hefur verið fengið með vísindalegum rannsóknum síðastliðin 100 árin með nýjum aðferðum, þróun, nýrri tækni til greiningar á veirunum og ekki síst framleiðslu bóluefna sem heiminum hefur tekist að komast í gegnum kófið með mun betri og öruggari hætti heldur en við upphaf 20. aldarinnar. Og er það vel. En höfum það hugfast að það voru vísindastörfin, rannsóknirnar sem gerðu okkur þetta kleift. Þetta er framþróunin á 100 árum. Og það eru vísindin sem leyfa okkur að koma hér saman. Já, baráttan við veiruna er sönnun þess að við leysum ekki vandamál nútímans nefn með öflugum rannsóknum, þverfræðilegri nálgun og viðtæku alþjóðlegu samráði. Við vitum líka að við þurfum að taka sameiginlega ábyrgð á okkar eigin hegðun, fylgja fyrirmælum stjórnvalda sem byggðir á fræðilegum grunni, en jafnframt samkvæmt góðri stjórnsýslu í frjálsu, opnu samfélagi sem getur tekið heiðarlegt og gagnrýnið samtal á hverjum og einum tíma. Og kannski var einmitt nálgun okkar á upplýsingaflæði og samtalið í gegnum veiruna með hennu margfræga þríeyki sem sýndi okkur að það er enginn einn sem gerir neitt, heldur við sem hópur. Það væri nú kannski betra að við myndum bara semja við sóttvarnalækni að hann myndi fara að tileinka sér að finna bóluefni við valdsýki og ofbeldishneigð mannskepnunnar sem virðist verða næsta ógn sem að okkur steðjar í formi stríðs í Evrópu. En Atli Þórólfur myndi nú ekki bara vitna í músíkina og segja give peace a chance. En ágætu kandidatar, eitt af því sem faraldurinn hefur kennt okkur er að kunna meta þetta frelsi. Meta það sem við öll höfum í okkar lýðræði samfélagi. Sú skerðing á frelsi sem varð að vera, og ég ítreka, hún varð að vera á verstu dögum faraldursins, þessi skerðing sýndu okkur hins vegar að við myndum ekki vilja búa við slíkt ástand. Ekki í okkar daglega lífi. Og samt eru samfélög í heiminum í dag þar sem frelsi einstaklingsins er takmarkað og áreindar við stóran hluta jarðarbúa. Þið hafi nú reynt þetta á eigin skinni, hversu dýrmætt þetta frelsi er. Það er því mjög mikilvægt að þið deilið þessari reynslu með framtíðarkynslóðum sem vorandi mun ekki upplifa slíkt hið sama. Og þið megið ekki gleyma erfiðleikunum. Þið megið ekki gleyma hversu stórt það var að geta ekki komið saman. Hversu erfitt það var að geta ekki hitt aðra. Vegna þess að það er lykilatriði í mannlegum samskiptum. Og ég veit að þið er ekki endilega að hugsa það í dag, en mér langar að benda ykkur á að þið munu segja þessar sögur síðar, börnum ykkar og jafnvel barnabörnum. Þá getið þið sagt, já ég lifði í gegnum COVID. Segir svo frægðarsögur sem ég veit að munu stækka eftir sem tíminn líður. En ekki gleyma. Ágætu kandidatar, góðu gestir, nær og fjær.
Fátt svo með öllu illt að eigi boði gott, sungu Elli og Vilhjálmur einhvern tímann á síðustu öld. Hinn stafræna bylting fór á yfirsnúning í kófinu og öll teiknir á lofti að sú þróun, ef að segja, hún hafi orðið hraðar en ella, hún ekki á förum og þetta gjörbreytir heiminum. Fólk mun í auknum mæli velja búsetu út frá öðrum skilyrðum en beinu aðgengi að starfi. Þið hafið tækifæri, kæru kandidatar, til að hugsa miklu víðar búsetu, störf og ykkar framtíð. Og þetta mun hafa áhrif á þróun byggðarlaga, á þróun landshluta, þjóðfélaga í heild sinni. Að öðlast aðgengi að áhugaverðu starfi mun ekki snúast að vera á tilteknum stað, líkt og var lykilbreytan í þróun 20. aldarinnar. Á 20. öldinni hópaðist fólk saman þar sem komu viðskipti, menntun, listir, menning, þannig mynduðu byggðarlög, bæjarfélög sem stækkuðu og borgir. Allt byggðist þetta á staðsetningu. Hvað gerum við núna? Þegar hægt verður að stunda þetta allt með meira og minna rafrænum hætti. Hvar munu þið, kæru kandidatar, kjósa að búa? Valið verður ykkar. Ég hef alltaf gaman af mannkynssögunni og fara aðeins aftur í tíman. Og ég hef ekki mörg tækifæri til að kenna ykkur, kæru kandidatar, sem rektor, og því nota ég þetta tækifæri hér ávallt til að koma og skilaboðum smá mannkynssögu. Iðnbylting 18. og 19. aldar tók svona cirka 200 ár. Lestar, stórar verksmiðjur, gufuvélar, þétting byggðar úr sveitum í fyrstu bæjarfélög. Allt tók þetta það bil 200 ár. Næsta bylting gerðist raunverulega aldamótin 1900 þegar við fórum að hafa stjórn á sprengingum í litlum vélar stálklumpum, kallaðir sprengirheimill, og við tölum flestum bara sem bílvél í dag. Þetta gerði það verkum líka að við höfðum afl til þess að búa til flugvélar. Og þessi bylting endaði eflaust þar sem Concorde var og við gátum ferðast á 2-földum hljóðhraða heiminn. Það reyndist óhagkvæmt og þriðja iðnbyltingin tók eiginlega við. Að taka símana, taka rafmagnið, tengingarnar og þétta því í lítil tæki sem við köllum tölvur. Tölvurnar gjörbyltu samfélagunum, snarbreyttu vinnumarkaðinum. En þá kom síðan fjórða byltingin. Það var þegar að við byrjum að tengja þessi tæki saman. Og takið eftir að bylting númer 3 var ekki nema kannski 50-70 ár. Það er ekki nema 20-30 ár síðan að fólk fór að nota internetið með almennum hætti. Það er mikið talað fjórðu iðnbyltinguna. Hún er það bil að líða undir lok. Þið verðið í forsvari fyrir næstu byltingu, kæru kandidatar. Þið verðið fólki sem leiður okkur inn í 5. byltinguna. Sú bylting felst í því að tengja saman hið mennska og mekaníska. Að tengja saman mannshugan við gervigreindina. Nú þeir ljúka ykkar fyrstu bakkalárgráðu. Hvað ætlið að gera í framhaldinu? Hvernig munu þið taka þátt í að leiða þessa byltingu? Ég held að við getum öll verið sammála að rannsóknir og sérfræðistörf verða ennþá mikilvægari í þessum heimi sem er rétt handa við hornið. Þessi bylting mun kannski taka bara 20 ár. Það er bara upphafið að ykkar starfsferli. Spennandi tímar framöndan. Mörgum þykja þessar breytingar hins vegar erfiðar og sakna nú þegar einhver sem var. Jafnvel eftir fólk sem streitist á móti breytingum og lítur á þróun sem afturför. Þannig hefur það nú ávallt verið í mannkynssögunni að breytingum er mætt með tortryggni og efa. En þessar breytingar hafa samt orðið og þær munu verða. Stóra spurningin er bara hvernig íslenskt samfélag og þið, kæru kandidatar, ætlið að nýta ykkur tækifærin sem felast í þessum breytingum. Og það mun ekki gerast sjálfkrafa. Og það er nauðsynlegt að mörkuð sé skýr stefna. Þess vegna hefur verið mjög ánægjulegt að sjá að í nýrri skipan ráðuneytis háskólamála og með nýjum ráðherra hefur hugmyndafræðin nýsköpun, hugverk
og fulla þáttöku í þessum nýja stafræna heimi orðið ofan á. Og eins og maður sjá má í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er að það einmitt rík áhersla á fjarnám háskóla. Eitthvað sem þið hafið þegar uppi og þið kunnið og taka þátt í. Þess vegna eru þið jafnvel enn betur undir þennan nýja heim búin heldur en margur annar. Og kannski getið þið þakkað kófinu líka fyrir að hafa opnað ykkur þann heim. Ekkert með svo öllu illt að eigi boðið gott. En Háskólinn á Akureyri hefur verið í fararbroddi þessara breytinga 20 ára skeið. Skólinn hefur elst mjög með því að bæta aðgengi landsmanna allra að háskólanámi og í dag eru 2500 nemendur sem stunda nám við skólann og þar af nokkur hluti sem býr erlendis, Íslendingar sem búa erlendis og kjósa að nema hér við Háskólinn á Akureyri. Á sama tíma hefur skólinn elst bæði hvað varðar rannsóknir og það sem er rannsóknir er á pari við það besta sem gerist í öðrum háskólum hér á landi. Og háskólinn hefur farið gegnum 2 stofnanúttektir á vegum Gæðaráðs háskólanna. Þar hefur komið fram traust Háskólans á Akureyri hvað varðar námsgráður og námsumhverfi. Og nú síðast áframhaldandi hvatning til að stækka enn frekar nýtt doktorsnám. Starfsmannakönnun hins opinbera hefur komið vel út fyrir háskólann og það er eiginlega sama hvar litið hefur verið síðustu árin. Háskólinn á Akureyri er að ná góðum árangri. Kæru landsmenn, við getum öll verið stolt af Háskólanum á Akureyri. Háskólinn er landsmanna allra og líklegast einn best heppnaðasta aðgerð stjórnvalda til þess að stuðla að breytingum og nýjum tækifærum í íslensku háskólaumhverfi. Ásamt að sýna að hægt er að byggja upp öfluga stofnanir frá grunni utan vatnsmýrarinnar. Eitt af því skemmtilegasta sem ég geri í mínu starfi, kæru kandidatar, er þegar ég sest niður og skrifa nafn mitt á ykkar skírteini 508 sinnum þetta árið. Við hverja undirskrift renni ég yfir nafn, fæðingardag, fæðingarár og heiti námskráðunar. Ég sé með þeim hætti hversu fjölbreyttur hópur þið eruð þegar tekið tillit til aldurs, fjölbreytileika námskráða og á síðustu árum með sífellt alþjóðlegri blæ. Brautskráningarskírteinið er miklu meira en bara blek á pappír. Það er viðurkenning á því að ykkur hefur tekist að ná markmiðum samkvæmt stöðlum háskóla sem er fullgildur meðlimur í samfélagi alþjóðlegra háskólastofnana. Ég er ákaflega stoltur af hverju einasta ykkar og samgleðst þeim góða árangri sem þið hafið náð með því að vera hér í dag. Og undirskrift mín staðfestir að þau fræði, vinna starfsfólksins, svo umgjörð og þáttaka ykkar í háskólastarfinu gerir okkur að öflugu háskólasamfélagi. Kæru landsmenn, íslenskt háskólakerfi hefur vaxið og dafnað á þessari öld. Við Háskólann á Akureyri eru stundaðar rannsóknir sem veita okkur sífellt betri innsýn inn í flókin veruleika alheimsins en ekki síður okkar eigið flókna samfélag. En í gegnum allar þessar breytingar eru ákveðin grunngildi sem standa upp úr og vert er að við stöndum vörðum. Í fyrsta lagið er það frelsið til að spyrja spurninga. Spyrja spurninga og rýna með gagnrýnum hætti í samfélagið á hverjum einum tíma. Þar bera háskólar mikla ábyrgð og að slíkt sé gert með vísindalegum aðferðum og sett fram með hætti sem unnt er að ræða í samfélaginu. Í samhengi við samfélagið allt, en ekki bara í athugasemdum. Því frelsi okkar til athafna og til að starfa með skýrri samfélagslegri ábyrgð er svo lærdómur sem við kennt okkur að er besta leiðin til framfara. Og til þess að vita hvert við skulum stefna er gott að líta til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna það hvernig við og þið, kæru kandidatar, getur búið til betri heim með ykkar þekkingu. Þið hafið lokið bakkalárgráðu á ykkar fagsviði, ekki sjálfgefinn árangur og þið hafið fórnað miklu til að ná, en þið munuð uppskera. Stefnið ótrauð áfram.
íhugið orð mín 5. byltinguna, veltið því fyrir ykkur hvernig þið ætla að fara að því að vera leiðtogar í breytingum sem framundan eru, en jafnframt að gleyma ekki skyldum ykkar í lýðræðislegu samfélagi. Fyrir hönd starfsfólks Háskólans á Akureyri þakka ég ykkur fyrir samverun á síðustu árum og ég vil þakka háskólasamfélaginu öllu, starfsfólki, stúdentum, fyrir ánægilegt og einstaklega árangursríkt samstarf á liðnum 2 skólaárum í gegnum COVID og kannski ekki síst fyrir þann, ég hef að segja, erfitt að finna gott orð sem lýsir því. Ég mun að sletta á ensku, sko. Ég er raun og veru þá samheldni, ég hef að segja þrjósku, að komast í gegnum þessa erfiðu tíma. Kæru gestir nær og fjær, ég þakka ykkur fyrir að koma hér og fagna með okkur, árangri kandidata, makar, börn, foreldrar, aðrir ættingjar sem hér eruð og heimasitið, því þeir allar þakki skildar fyrir að styðja við bakið og ykkar fólki í gegnum námið. Og við þurfum öll á stuðningi að halda, Háskólinn á Akureyri líka. Við myndum gjarnan vilja að sem flest ykkar gerðust meðlimir að góðvinum Háskólans á Akureyri. Og það getið þið gert með því að skrá okkur hér frammi og að sjálfsögðu rafrænt líka. Þannig ég læt að vera að loka kveðju mína að sem flest okkar verði góðvinir Háskólans á Akureyri. Gleðilega hátíð öll sömul. Takk fyrir það, Jólfur. Þá er komið að stóru stundinni, það er komið að ykkur. Þetta er það sem þið hafið unnið fyrir. Passið ykkur bara hér í flugbrautin. Þið eru búin að æfa þetta, það verður ekkert mál. Fiðrildin er í maganum, en svo er þetta bara búið. Smá heilræði fyrir ykkur hinn. Það er hættulegt að detta í þann pitt að ætla að klappa fyrir öllum, hverjum og einum. Það mun bara valda eymslum í höndunum að gera það 130 sinnum því þið viljið engan móðga. Þannig að það er best að klappa í lok brautskráningar á hverri deild eða sviði og svo náttúrulega sérstaklega fyrir þeim sem að hljóta viðurkenningar. En fyrst brautskráir Sigríður Sía Jónsdóttir, forseti sviðsins, heilbrigðisvísindasviðs að sjálfsögðu, kandidata og við tökum bara vel á móti henni, sviðið er hennar. Ágætu kandidatar, háskólafólk, aðrir gestir og einnig þeir sem eru með okkur í streymi. Í dag er hátíð til hamingju með daginn. Hann er ykkar kæru kandidatar. Það er stór áfangi að útskrifast úr háskóla og við kennararnir ykkar og annar starfsfólk hér við Háskólann á Akureyri óskum ykkur hjartalega til hamingju. Við erum stolt af ykkur og þökkum ykkur kærlega fyrir samvinnu undanfarin ára. Við treystum því að í framtíðinni muni þið bera Háskólanum á Akureyri gott vitni að grunnnámi héðan sé traust undirstaða fyrir störf ykkar hvar sem þið starfið og nú tala ég kannski sérstaklega til ykkar á heilbrigðisvísindasviðinu í heilbrigðis- og velferðarkerfinu. Þið hefur öll lagt hart að ykkur undanfarin ár, stundað ykkar nám af eljusemi og sýnt þá skapgerða festu og seiglu sem þarf til að stunda nám á sama tíma og COVID-19 faraldurinn geisaði fullum krafti. En nú blasir framtíðin við, heilbrigðis- og velferðarkerfið býður starfskrafti ykkar með opinn faðminn. En störfin þar eru líkamlega og ekki síður andlega krefjandi. Og því ætla ég að leyfa mér að fara þess á leit við ykkur að þið hugið ykkar eigin heilsu og heilbrigði í framtíðinni. Finni leiðir til að slaka á eftir erfiðan dag á vinnustaðnum, hvíla ykkur og safna andlegum og líkamlegum kröftum. Mér langar kannski að nefna músík eins og sóttvarnalæknir held ég að leiti svolítið í. Því það að safna kröftum ásamt faglegri þekkingu er undirstaða þess að geta sinnt störfum ykkar innan ykkar fagsviða. Við þekkjum öll frasan á fluginu, setið súrefnisgrímuna fyrst á ykkur.
og það er sko algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur öll. Nám við heilbrigðisvísindasvið hefur verið stöðugri þróun undanfarin ár og verður vonandi svo áfram. Þið sem eru að brautskrást úr iðjuþjálfafræðinni eru einungis annar árgangurinn sem lýkur bakkalárnámi eftir að ný 180 ECTS eininga námskrá tók gildi. Og ef við víkjum að hjúkrunarfræðinni, þá var námsplásum í hjúkrunarfræðinni fjölgað að beiðni stjórnvalda fyrir 2 árum. Við fórum í 75 nemendur ári í stað 55 áður. Ástæðan er augljós, þörfin er brýn fyrir aukinn fjölda hjúkrunarfræðinga í heilbrigðiskerfinu. En eina forsendum þess að hægt var að fjölga útskrifuðum hjúkrunarfræðingum var uppbygging fullkomnis, færnis og hermisetur við háskólan hér. Því nemapláss í heilbrigðiskerfinu eru takmörkuð auðlind. En með því að þjálfa nemendur í fullkomnu færni og hermisetri eflist færni þeirra og þekking sem að eykur aftur gæði í störfum og tryggir betur öryggi sjúklinga þegar komið er út í klínískt nám og vinnu í heilbrigðis- og velferðarkerfinu. Nemendurnir eru komnir inn í námi hjá okkur en því miður bíðum við enn eftir fé frá stjórnvöldum til þess að færni og hermisetri verði að veruleika. En brautskráning ykkar sem að brautskráist hér í dag er söguleg því að framundan eru breytingar við háskólann. Þann 1. júlí mun heilbrigðisvísindasviðið og viðskipta- og raunvísindasviðið sameinast í eitt nýtt svið. Þið tilheyrið því síðasta hópnum sem brautskráist frá heilbrigðisvísindasviðinu. Brautskráning ykkar er reynda líka svolítið söguleg frá mínu bæjardyrum séð. Því ég hef einungis verið sviðsforseti hér í þetta eina ár, þannig að þið eru fyrsti hópurinn og jafnframt svo síðasti sem ég brautskrái. Það er mér því mikill heiður að fá að taka þátt í brautskráningunni ykkar hér í dag. Að því sögðu, kæru kandidatar 21 til 22, ég óska ykkur innilega til hamingju með þennan mikilvæga áfanga. Nú fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræðideild. Mig langar að biðja Margrét Hrönn Svavarsdóttur, deildarformann að koma upp á svið og vera með mér til aðstoðar við brautskráningu kandidata í hjúkrunarfræðideild. Anita Eir Einarsdóttir. Það er hefð fyrir því að sjúkrahúsið á Akureyri og KEA-sjóðurinn veita verðlaun fyrir hæstu meðalengun kandidata við brautskráningu. Í ár eru 2 kandidatar sem að útskrifast með nákvæmlega sömu hæstu engun. Anna Kristín Einarsdóttir, önnur þeirra. Arngunnur Ylva Guðmundsdóttir, Auður Eilíf Einarsdóttir, Ásdís Birta Árnadóttir, Ásta Guðrún Eydal, Ásta Gunnarsdóttir, Ásta Lára Guðmundsdóttir, Birgitta Kristinsdóttir, Birna Sæjun Jónsdóttir, Birta Dís Jónsdóttir, Brynhildur Guðmundsdóttir, Brynja Sif Sigurjónsdóttir, Daníela Jóna Gísladóttir, Elva Sif Kristjánsdóttir, Erna Guðrún Steinarsdóttir,
Eva Katrín Sigurðardóttir. Eva María Matthíasdóttir. Eva Rós Guðmundsdóttir. Já, nei, hún ekki. Já. Gígja Guðnadóttir. Gígja Guðvarðardóttir. Guðrún Lára Stefánsdóttir. Hafdís Elva Einarsdóttir. Helga Björnsdóttir. Hildigunnur Gísladóttir. Hildur María Halldórsdóttir. Hugrún Sigurðardóttir. Ingibjörg Linda Jones. Ína Sigrún Rúnarsdóttir. Jóhanna Sigurjónsdóttir. Katrín Eva R. Guðmundsdóttir. Katrín Kristinsdóttir. Katrín Ósk R. Vilhjálmsdóttir. Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunn í samfélagshjúkrun. Klara Björnsdóttir, til hamingju. Kristín Áslaugadóttir. Kristján Þórarinn Ingibergsson. María Gústafsdóttir. Marta Kristín Jósefsdóttir. Nína Björk Friðriksdóttir. Ólöf Rún Guðmundsdóttir. Rakel Ósk Snorradóttir. Sara Dögg Jónsdóttir. Sara Sigurðardóttir. Sesselja S. Þórarinsdóttir. Sigrún Kjartansdóttir. Sindri Stefánsson. Silvía Sif Halldórsdóttir. Sædís Sæmundsdóttir. Telma Lind Sævarsdóttir. Telma Hulda Símonardóttir. Hér erum við aftur komin að verðlaunar afhendingu frá SAK og KEA fyrir hæstu meðaleinkunn Vilborg Anna Jóhannesdóttir. Til hamingju. Þórunn Þórsdóttir. Nú er lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Takk fyrir meðferð. Nú fer fram brautskráning frá iðjuþjálfunarfræðideild. Mig langar að biðja Sonju Stelli Gústafsdóttur, deildarformann iðjuþjálfunarfræðideildar, að koma upp á svið og vera með til aðstoðar við brautskráningu. Nú hefst brautskráning frá iðjuþjálfunarfræðideild. Sjúkrahúsið á Akureyri í Kristnesi veitir verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunn við kandidats iðjuþjálfunarfræðideild og það er Aldís Anna Höskuldsdóttir. Elví Rut Búadóttir. Guðmunda Steina Jósefsdóttir. Hugrún Erla Karlsdóttir.
Rúna Dís Jóhannsdóttir, Sandra Kristín Davíðsdóttir Lins og Unnur Oddný Einarsdóttir. Nú lokið brautskráningu frá iðjuþjálfarafræðideild og sviðinu öllu. Og fyrir hönd sviðsins óska ég ykkur öllum til hamingju. Þetta gekk ótrúlega vel hjá okkur. Við erum komin vel á veg, en næst þá ætlar Hugrún Sigurðardóttir, kandidat í hjúkrunarfræði, að flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjör svo vel, Hugrún. Kandidatar og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Það mér sannur heiður að fá ávarpa ykkur hér í dag fyrir hönd nemenda á heilbrigðisvísindasviði. Mér þykir að skondin tilviljun að í dag brautskráist ég með nemendum af viðskipta- og raunvísindasviði, þar sem til stóð að ég myndi hefja nám í viðskiptafræði en ekki hjúkrunarfræði haustið 2018. Nokkrum dögum áður en skólaárið átti að hefjast fóru mig einhver tilfinning, eitthvað hugboð sem ég gat ekki hrist af mér og sagði mér að ég ætti frekar að skrá mig í hjúkrunarfræði. Ég veit ekki hvort það var guðleg forsjá, tilviljun eða staðreyndin að skattskýrslur eru það leiðilegasta sem ég geri, en í fullkomnu kæruleysi fylgdi ég innsæinu, sendi póst á skólan og færði mig yfir í hjúkrunarfræði. Kannski hefði ég mátt íhuga þessa ákvörðun aðeins betur þarna haustið, þar sem nemendur í hjúkrunarfræði þurfa að þreyta samkeppnispróf í lok fyrsta misseris. Og ég hafði ekki undirbúið mig neitt fyrir þessi próf sumarið eins og algengt hjá þeim sem ætla að hefja nám í hjúkrunarfræði. Þegar prófin nálguðust fylltist ég hálfgerð vonleysi hvort ég myndi ná prófunum þar sem samkeppnin var hörð og mér fannst ég ekki hafa náð nægilegum tökum á námsefninu til að segja nokkurn séns á því að komast í gegnum samkeppnisprófin. Það var í einhverju svona vonleysiskasti þar sem ég heyrði út undan mér að aldraður faðir minn kom með föðurlega ábendingu sem hljóðaði einhvern veginn svona. Það nóg af fólki í heiminum sem kemur til með að efast þig og það alveg óþarfi að þú þurfi sjálf að bætast við í þennan hóp. Ég veit ekki hvort að pabbi muni eftir að hafa sagt þetta við mig yfir 7 fréttunum í desember 2018, en þessi orð sitja enn í mér í dag. Að hafa trú á sjálfum okkur tel ég vera það mikilvægasta sem við lærum í náminu og ég held að ég geti talað fyrir flesta nemendur hér í dag þegar ég segi að með hverju verkefninu sem við leystum á skólagöngu okkar jókst sjálfstraustið, sérstaklega þegar við náðum endurtekið prófum sem við heldum að við myndum ekki ná og leystum verkefni sem við heldum að við gætum ekki leyst. Þessi seigla og sjálfstraust sem við tilengum okkur í náminu ómetanleg og í dag segi ég ítrekka já við tækifærum sem mér bjóðast en ég hefði klárlega neitað áður en ég hafa námið hér við HA. Ég þakklát fyrir það ákvörðun í dag að hafa skráð mig í hjúkrunarfræði, þakklát fyrir allt fólkið sem ég kynnst í náminu, þakklát fyrir alla minningarnar sem fylgja mér út í lífið. Ég veit að ég búin að finna mína hillu í lífinu. Með mér í dag brautskráist alveg magnaður hópur af fólki sem ég veit á eftir að ná langt. Og ég ætla að vitna í Sigfríðingu kennara sem grínaði svolítið með það í vetur að hún væri handviss að í okkar röðum leyndist næsti heilbrigðisráðherra. Ég held að einhverja stöllur mína hafi tekið Sigfríði á orðinu þar sem við áttum óvenju marga fulltrúa í framboði til sveitarstjórnar hjá honum ýmsum flokkum 14. maí síðastliðinn. Á meinu heimili var það að vísu kærastinn sem væri í framboði en hann hefur ábyggilega líka hrifist svona orðum Sigfríðar eftir að hafa hlusta á hana með öðru eyranu í vetur. Ég veit þó að það eiga fullt erindi inn á þennan vettvang og í okkar hóp eru ótrúlega margir frambærilegir einstaklingar sem láta málefnin sem varða. Ég hlakka alveg ótrúlega mikið til að sjá hvað þið takið ykkur fyrir hendur eftir að við göngum hérna út í dag því ég veit að þið berið fullan hug til þess að gera samfélagið okkar betra og ég veit að nokkur ykkar hafið nú þegar hafist handa og fundið ykkur verðug verkefni. Og það á þeim nótum sem ég langar til að ljúka ræðinu minni hér í dag. Það eru mörg verkefni sem þarf að leysa í samfélaginu okkar á komandi mánuðum og árum og eru þessi verkefni eins fjölbreytt og þau eru mörg. Við getum ekki tekið þátt í að leysa þau öll
og engum einum gerlegt að laga allt. Því biðla ég til ykkur kæru kandídatar að velja ykkur bara eitt málefni, eitt verkefni, vinnið það að heilum hug og lagfærum saman það sem við vitum að ekki gert rétt í dag. Bíðum ekki eftir breytingunni, verum breytingin. Takk fyrir. Þakkum Hugrúnu fyrir sannarlega orða sönnu. Nú höldum við áfram með brautskráninguna því nú brautskráir Oddur Þór Vilhelmsson, forseti viðskipta- og raunvísindasviðs, kandídata af sviðinu. Gjör svo vel. Já, ég tek svo sannarlega undir þessi heilræði frá þér. Mjög vel valið hér. Og skemmtilegt. Það taka ofan gleraugun svo ég sjái hvað ég ætla að segja. Annars endar því tómri vitleysu. Já, kæru kandídatar, nær og fjær, því að vissulega eru þið ekki öll á staðnum. Og aðrir góðir gestir og áheyrendur. Núna verða, eins og við vitum, brautskráðir kandídatar að viðskipta- og raunvísindasviði og bara til að því ég er svo mikið nörd þá ætla ég að koma með nokkra tölulegar upplýsingar bara fyrir ykkur. Sviðinu tilheyra 2 deildir. Það eru viðskiptadeild og á þeirri deild boðið upp á nám til bakkalárgráðu sem við erum að afgreiða hérna í dag í viðskiptafræði, annars vegar með áherslu á stjórnun og markaðsfræði og hins vegar stjórnun og fjármál. Og hin deildin er auðlindadeild sem að býður upp á 2 námslínur á bakkalárstigi, það er annars vegar sjávarútvegsfræði og hins vegar líftækni. Nú, viðskipta- og raunvísindasvið hýsir einnig grunnnám í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og það sem boðið upp á í samstarfi skólana 2. Og þeir kandídatar, þið sem hér eruð, hafa stundað nám sitt alfarið eða að mestu að minnstakosti hér á Akureyri og mér er alveg sérstök ánægja að fá að aðstoða rektor Háskólans í Reykjavík sem er hérna hjá okkur í dag við að brautskráða þá. Já. Nú báðar deildir sviðsins bjóða líka upp á nám á framhaldsstigi, það er að segja á meistarastigi og á doktorstigi. Það er ekki viðfangsefni okkar í dag. Og enn fremur brautskráir viðskipta- og raunvísindasvið kandídata úr meistaranámi í haf- og strandsvæðastjórnun sem er kennt við Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði. Og í ár munu kandídatar fá brautskráningaskírteini sína afhent við hátíðlega athöfn á Hrafnseyri við Arnarfjörð þann 17. júní. Eitt af aðalsmerkjum viðskipta- og raunvísindasviðs er mikið og náið samstarf við aðra skóla, eins og Háskólann í Reykjavík, en líka fleiri, stofnanir og atvinnulíf. Samstarfið auðgar, eflir og ekki síst breikkar námið sem við bjóðum upp á. Og mér er því sérstaklega ljúft og skylt að nota þetta tækifæri hér til að þakka ánægjulegt og árangursríkt samstarf við okkar fjölmörgu samstarfsaðila innanlands sem utan. Og ég ætla ekki að þreyta ykkur með einhverju upptalningu. Kæru kandídatar, það er mér mikill heiður að fá að taka þátt í brautskráningu ykkar í dag. Nám á háskólastigi er ekkert áhlaupsverk, sannarlega ekki. Það reynir á þolgæði, sjálfsaga, samstarfshæfni, skipulagshæfileika, ekki síður heldur en námsgetu sem er það kannski það sem okkur er tamt að hugsa en það er raun og veru bara einn minniháttar hluti af háskólanáminu. Þið megið því vera stolt af árangrinum og gráðunni sem þið hafi nú unnið ykkur inn. Skírteinið sem þið fáið í hendur núna á eftir er sönnunargagn. Ekki aðeins að þið hafi náð að tileinka ykkur þá fræðilegu þekkingu sem gráðunni fylgir, heldur einnig að þið búið yfir þeirri skapgerðarfestu og sjálfstæði sem þarf til að komast af eigin ramleik í gegnum flókið og krefjandi langtíma verkefni. Í mörgum tilvikum meðfram fjölskyldulífi, barnauppeldi og vinnu
og ýmsum þeim áföllum sem að lífið kann að hafa varpað í skaut ykkar á síðustu árum. Þannig að heiðurinn er ykkar eigin og einskis annars. Hvort sem þið eru stödd hér í salnum í dag eða einhvers staðar annar staðar, þá skuluð þið endilega gera vel við ykkur í dag. Taka ykkur tíma til að njóta. Þið eigið það nefnilega alveg skilið að vera svolítið montinn í dag. Nú, í dag verða brautskráðir 98 kandidatar að viðskipta- og raunvísindasviði, auk 10 kandidata úr tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. 77 útskrifast úr viðskiptafræðideild og 21 úr auðlindadeild og hefst þá brautskráningin. Meðfram skírteina afhendingu verða veitt verðlaun fyrir besta námsárangur í hvorri deild sviðsins, auk þess sem að KEA veitir viðurkenningu fyrir besta námsárangur á fræðasviðinu í heild. Fyrst verða brautskráðir kandidatar úr auðlindadeild og vil ég bjóða kandidatum að koma hér upp og veita brautskráningaskírteinum sínum viðtöku og einnig vil ég kalla mér til aðstóðar Hörð Sævaldsson, lektor og deildarformann auðlindadeildar, en hann mun afhenda kandidatum skírteinin sín. Og það eru þá fyrst kandidatar í líftækni. Og hefst þá lesturinn. Andri Már Þorsteinsson, Anna Rakel Pétursdóttir, Bryndís Arna Þórarinsdóttir, Brynhildur Aradóttir, Heiðdís Fríða Agnarsdóttir, Helena Þórdís Svavarsdóttir, Hugrún Ása Gylfadóttir, Renate Janine Kemnitz, Salvur Káradóttir og Silja Hrönn Hlynsdóttir. Næst eru það þá kandidatar í sjávarútvegsfræði. Birgitta Ósk Valdimarsdóttir, Bragi Fannar Þorsteinsson, Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir og mér langar að segja ykkur að Guðbjörg Ósk, hún mun líka brautskrást úr viðskiptafræði. Heiðdís Minna Skúladóttir, Magnea Jóhannsdóttir og Magnea fær einnig viðurkenningu fyrir besta námsárangur í auðlindadeild. Oddur Einarsson, Ólöf María Einarsdóttir, Særún Anna Brynjarsdóttir. Nú, svo er það að lokum úr auðlindadeild þau sem lokið hafa tvöfaldri gráðu BS-próf í viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði. Og það eru Jón Áki Friðþjófsson, Kristófer Máni Sigursveinsson og Þorvaldur Marteinn Jónsson. Og þar með er lokið brautskráningu úr auðlindadeild. Þá verða brautskráðir kandidatar úr viðskiptadeild og vil ég kalla mér til aðstóðar prófessor Grétar Þór Eyþórsson, deildarformann viðskiptadeildar, en hann mun afhenda kandidatum skírteini sín.
Þetta er dálaglegu bunki, já. Stór deild. Já, þá get ég hafið lesturinn. Aldís Mánadóttir, Alexandra Kotomina, Anita Kristinsdóttir, Arnar Freyr Arnarsson, Arnór Guðjónsson, Ágúst Þór Brynjarsson, Ágústa Sólveig Sigurðardóttir, Árni Bragi Eyjólfsson, Ásdís Guðmundsdóttir, Ásgeir Lúðvíksson, Ástrún Kolbeinsdóttir, Bergdís Rún Jónasdóttir, Björn Ingi Ásgeirsson, Bragi Reynisson, Bryndís Sigurðardóttir, Brynjar Þór Barkarsson, Damian Pavlik, Daniel Smári Gunnarsson, Díana Ósk Kristrúnardóttir, Elísabet Bára Baldursdóttir, Embla Hallfríðardóttir, Embla Rán Gísladóttir, Erna Hörn Davíðsdóttir, Fanney Jóhannsdóttir, Fríða Freyðdís Þrastardóttir, Geir Gunnar Sigurðsson, Guðbjörg Loftsdóttir, Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir. Já, hún kom hérna á, það var það sem ég vildi segja hana, að hún kom hérna áðan og þáði hérna bæði braut skráningarskírteinin sín. Guðný Bernótusdóttir, Guðrún Linda Pétursdóttir Whitehead, Gunnhildur B. Berntsen, Hallgrímur Jónasson, Hallgrímur Már Arason. Hanna Rún Jónsdóttir, og Hanna Rún hlýtur viðurkenningu fyrir besta námsárangur í viðskiptadeild og hún hlýtur einnig viðurkenningu frá KEA fyrir besta námsárangur á viðskiptaóranvísindasviði. Hanna Sigríður Smáradóttir. Hanna Rún. Gleymdum einu. Afsakið þetta. Hvert var ég komin? Haraldur Guðni Viðarsson. Haraldur Hermannsson. Harpa Jóhannsdóttir fyrirgefðu. Helena Hauksdóttir Jakobsen. Hildur Aradóttir. Hilmir Kristjánsson. Hlynur Haraldsson. Hugrún Hildur Sverrisdóttir. Ingibjörg Agnes Júlíusdóttir. Íris Eva Guðmundsdóttir. Karen Lea Björnsdóttir. Karen Lind Arnardóttir. Karen Lind Ingólfsdóttir. Karen Ósk Birgisdóttir. Katrín Helga Daðadóttir. Katrín Ósk Jóhannesdóttir. Klara Ásrún Jóhannsdóttir. Kolfinna Katrín Ingvarsdóttir. Lína Petra Bjarnadóttir. Margrét Sól Jónasdóttir. María Ósk Skúladóttir.
Oddur Gretarsson, Orri Arnarsson, Pálína Björg Snorradóttir, Pétur Rúnar Birgisson, Rúna Lísa Bjarnadóttir, Sandra Björg Strange, Sigurður Sveinn Jónsson, Sóley Úlfarsdóttir, Sólon Arnar K. Edelstein, Stefania Kristjánsdóttir, Sunna Þorsteinsdóttir, Svandís Þóra Kristinsdóttir, Svanhildur Björg Pétursdóttir, Svava Rún Sturludóttir, Telma Sveinsdóttir, Torfi Agnar Jónsson, Vala Rún Magnúsdóttir, Valgerður Birgisdóttir, Viðar Ágústsson, Vigdís Eir Viðarsdóttir og Örvar Svavarsson. Og þar með lokið brautskráningu úr viðskiptadeild. Nú, þá verða hér að lokum brautskráðir kandídatar úr tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og mér alveg sérstök ánægja að bjóða hingað upp á sviðið til okkar Dr. Ragnhildi Helgadóttur, rektor Háskólans í Reykjavík. Og einnig vil ég kalla okkur til aðstoðar Ólaf Jónsson, verkefnastjóra í tölvunarfræði, en hann mun afhenda kandídötum skírteini sín. Aron Elí Gíslason, Berglind Anna Víðisdóttir, Eggert Orri Hermannsson, Erlendur Helgi Jóhannesson, Gauti Guðmann, Hörður Breki Valsson, Móas Saladín, Óli Birgir Birgisson, Rúnar Vestmann, en Rúnar hlýtur einnig viðurkenningu fyrir besta námsárangur í tölvunarfræði. Og Þorri Guðmundsson. Þá núna lokið brautskráningu í tölvunarfræði og lokið brautskráningu frá viðskiptaráðum vísindasviði. Þá langar mig til að biðja Margréti Sól Jónasdóttur, kandídat í viðskiptafræði, að koma aftur upp á svið því hún ætlar að flytja ykkur ávarp fyrir hönd kandídata af sviðinu. Gjörðu svo vel. Kæru vinir, mikið rosalega gaman að fá tækifæri til að ávarpa ykkur á þessum yndislega degi. Ég verð að viðurkenna að ég bjóst ekki við að ná að klára skólan á réttum tíma eftir þetta blessaða COVID tók yfir raunveruleikann okkar. En þetta hafðist og því ber svo sannarlega að fagna. Fyrir þau ykkar sem þekki mig ekki, þá heiti ég Margrét Sól
og að útskrifast í dag sem viðskiptafræðingur með áherslu á stjórnun og fjármál. Það sem heillaði mig mest við Háskólann á Akureyri var sveigjanlegt fyrirkomulag námsins. Ég myndi ekki segja að ég sé svo besta að vakna snemma og mæti í tíma, enda algjör B-týpa, og því hentaði þetta nám mér afar vel. Sveigjanlega námið gaf mér líka tækifæri á að ferðast suður til að hitta fjölskylduna mína, hvenær sem ég vildi. Og fékk ég líka svolítið að ráða bara tímanum mínum í náminu. Að mínu mati það finnst mér þessi tegund að námi vera framtíðin. Og Háskólinn á Akureyri í algjörum fararbroddi á því sviði. Að geta stunda nám, óháð stað og stund og samkvæmt sinni eigin töflu eru algjör forréttindi og mættu aðrir háskólar taka háa til fyrirmyndar hvað þetta varðar sem og margt annað. En til þess að þetta gangi upp þá þarf maður að vera með ágætis sjálfsaga. Ég veit ekki um ykkur en ég fékk að finna fyrir þessu með sjálfsagan mjög snemma, enda hef ég ekki alltaf haft góða stjórn á honum sjálf. En það sem bjargaði mér í gegnum námið var félagsskapurinn og stuðningurinn. Bæði frá vinum en einnig frá kennurum. Það kom mér á óvart hversu persónuleg samskiptin eru á milli kennara og nemenda og hér við háskólann. Og ég man þegar ég mætti á minn fyrsta fyrirlestur og kennari var búinn að setja símanúmerið sitt á fyrstu glæruna og sagði að við mættum hringi í hann yfir önnina ef við lentum í einhverjum vandræðum. Það hafði ég aldrei séð áður á minni skólagöngu. Þessi persónulegu samskipti eru einmitt einn af helstu kostum háskólans. Annar stór kostur er félagslífið, en það er mjög öflugt hérna í háskólanum. Stúdentafélagið á mikið hrós skilið fyrir að halda okkur mjög uppteknum yfir skólaárin með alls konar viðburðum. Ég fékk einmitt þann heiður að taka þátt í félagsstarfinu og kynntist þar enn fleiri snillingum og náði að mynda mörg góð vinasambönd sem ég þykir afar vænt um. Eins og allir vita hérna inni, þá er háskólinn brautryðjandi í fjarnámi þökk sé sveigjanlega fyrirkomulagsins og í viðskiptafræðinni voru við staðnemar til dæmis aðeins 20% af öllum árganginum. Eins frábært og það er að geta stunda nám fjarri skóla, þá er ég mjög þakklát fyrir að hafa valið að flytja hingað frá Reykjavík í stað þess að taka námið á netinu. Ég viðurkenni samt að ég var ekkert sérlega dugleg að mæta í tíma og stundaði tæknilega námið aðalega gegnum netið, en ég fékk tækifæri til þess að kynnast félagslífinu utan skóla og einnig að kynnast þessu yndislega samfélagi. Það er einhverju töfrar í loftinu hérna á Akureyri og er ég svo þakklátt háskólanum fyrir að gefa mér tækifæri til að búa hér síðustu 3 árin. Hér átti ég margar gleðistundir. Ég kynntist kærastanum mínum á sprellmótinu, barðist fyrir réttindum stúdenta á landsþingi LÍS, tók á móti skiptinemum í alþjóðanefndinni og fékk að spreyta mig á dönskunni þegar ég fór til Danmerkur á vegum skólans að taka þátt í samstarfsverkefni. Allt þetta og ótal margt fleira. En núna erum við loksins komin í mark og gráðan komin í hús. Það verður spennandi að fylgjast með hvaða leið þið farið í lífinu og vonandi mætast leiðir okkar aftur á einhverjum tímapunkti. Ef ég mætti gefa ykkur eitt heilræði eða ráð hér í lokin, þá er það þetta. Gefið ykkur tíma til þess að stoppa og horfa á lífið ykkar með öðrum augum. Takið eftir því jákvæða í kringum ykkur og öllum sigrunum. Litli sigrar eru jafn mikilvægir og þeir stóru. Og passið ykkur að gleyma ykkur ekki í framtíðinni eða í fortíðinni. Nú er yfirleitt frekar næs þegar við einblínum á það jákvæða. Við erum opin fyrir tækifærum í kringum okkur því við vitum aldrei hvert þau leiða og við erum góð við okkur sjálf. Ég mun að sjálfsögðu líka reyna að fara eftir mínum eigin orðum, eins erfitt og það getur verið stundum, því lífið er svo yndislega ófyrirsjáanlegt. Það kemur okkur sífellt á óvart og við vitum aldrei hvað morgundagurinn hefur upp á að bjóða. En eitt er þó víst.
Ég mun alltaf geta litið tilbaka á þessi 3 ár með hlýju og kærleik og rifjað upp allar dásamlu minningarnar sem urðu til hér. Það hefur verið sönn ánægja að fá að kynnast ykkur. Takk kærlega fyrir mig og til hamingju öll. Mikið óskaplega mikið í ykkur spunnið. Þið eruð að fara fram úr minni kynslóð á svo margan hátt að það er eiginlega bara neyðarlegt að standa hérna. Þá er í rauninni ykkar hlutverki lokið. Nú getið þið, herramenn, þið getið losað eftir töluna, þið getið slakað á í öxlunum, farið að hugsa fyrir þau auka sem það gerir, fyrsta drykkin á barnum. Munið bara að þetta er eins og í flugvélunum. Kaupið fyrst drykk fyrir ykkur sjálf áður en kaupið drykk fyrir aðra. Heiðursgesturinn, ég held að það hafi aldrei átt betur við að hann sé óþarfi að kynna. Ég gæti líka sagt það er ekki á hverjum degi, en það er eiginlega á hverjum degi sem okkur gefst tækifæri til þess að hlýða á Þórólf Guðnason. Ég ætla bara svona, þannig að það sé alveg á hreinu, þetta er ekki upplýsingafundur. Það verður ekki opnað fyrir spurningar að ræðunni lokinni. Bara hafið það í huga. En svona öllu gamni slepptu, það er okkur sannur heiður að bjóða Þórólf Guðnason, heiðursgest Háskólahátíðar og Háskólans á Akureyri í pontu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæru kandidatar, fjölskyldur ykkar, rektor, sviðsforsetar, kennarar og aðrir góðir gestir. Til hamingju með daginn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þann mikla heiður sem mér er sýndur með því að fá að vera með ykkur hér í dag og ávarpa ykkur á þessum mikilvæga degi og merkilega degi í ykkar lífi. Þetta, ég vil bara fer á trúnó, þá vil ég segja að þetta er í fyrsta skipti sem mér hefur verið boðið að flytja ávarpa þessu tagi og ég þurfti svona að hugsa mig dálítið hvort ég ætti að þekkjast boðið eða ekki. Eftir stutta umhugsun sá ég hins vegar að þetta boð væri mér mikill heiður og ný áskorun. Og þar sem að ég mun í þessu ávarpi mínu hvetja ykkur til að takast á við nýjar áskoranir, þá sá ég yrði að mæta. Ég er hins vegar vanari því að ræða opinberlega fagleg málefni eins og sjúkdóma, veirur, bakteríur, bólusetningar og faraldsfræði. Ég spurði mig því, er þetta eitthvað sem ég get gert, að halda svona ávarp? Hvað á ég að segja við ungt fólk sem er að ljúka svona merkilegum áfanga og halda át í lífið? Hvað get ég sagt gáfulega við þetta unga fólk? Á ég að segja reynslusögur, brandara, leggja þeim lífsreglurnar, vara við þeim hættum og ógnum sem bíða þeirra, benda á öll tækifærin sem felast í lífinu, hvetja þau til dáða og láta hjartað ráða för, eða á ég kannski að biðjast afsökunar á því að hafa tekið þátt í að hafa af þeim viðburðaríkt og þroskandi félagslíf á undangengnum árum með þeim takmörkunum sem að COVID-19 hafði í för með sér. Þannig að þið sjáu að þetta er ekki auðvelt fyrir mig að standa hérna og tala við ykkur. Niðurstaða mín var hins vegar sú að reyna að tala til ykkar út frá minni eigin reynslu sem ég hef öðlast frá því ég stóð í ykkar sporum fyrir rúmum 40 árum. Það er ótrúlegt, en svona er það, 40 ár. Þannig mun ég reyna að miðla til ykkar nokkrum reynslubrotum sem vonandi muni nýtast ykkur á ykkar vegferð sem að þið eru nú að hefja. Þetta er hins vegar þannig vegferð að vegferðin ykkar verður einstaklingsbundin og mismunandi. Tækifærin og áskoranirnar verða margbreytilegar. Þannig mun það sem ég segi nýtast kannski sumum en örugglega ekki öllum. Ég man vel hvernig mér leið fyrir 41 ári þegar ég var í ykkar sporum. Nýútskrifaður læknakandidat frá Háskóla Íslands. Ég var fullur eftirvæntingar eftir að hefja kandidatsárið
hér á sjúkrahúsinu á Akureyri, sem þá hét reyndar fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, en annars var framtíðin óráðin. Ég var óviss hvaða sérnám ég ætlaði í, til hvaða lands ætlaði ég að sækja sérnámið eða ætlaði ég yfir höfuð í sérnám. Hvernig og hvar ætlaði ég að búa, hvar ætlaði ég að hasla með völl, en eitt var víst að ég var það þegar búinn að stofna fjölskyldu og allar mínar áætlanir yrðu að taka tillit til hennar. Þannig bærðust með mér á þessum tímamótum ýmsar tilfinningar sem voru sambland af gleði, eftirvæntingu, spennu og dálitlum kvíða. Ég býst því fastlega við að með ykkur bærist svipaðar hugsanir á þessari stundu og muniði að þetta eru eðlilegar hugsanir. Eftirleikurinn í mínu tilviki varð síðan fjölbreyttur og farsæll að mínu mati þar sem að ég elti drauma mína og minnar fjölskyldu til útlanda og innanlands og þannig reyndi ég að fremsta megni með fjölskylduna að njóta allra þeirra tækifæra sem buðust. Þó að þessi stutta lýsing á lífshlaupi mínu hljómi einföld og án allra erfiðleika, þá var það auðvitað ekki alltaf svo. Ýmsir erfiðleikar komu upp sem sigrast þurfti á því að læknisstarfið er oft erfitt og reynir á, en það veitti einnig mikla gleði og ánægju, sérstaklega þegar mér tókst að eiga hlutdeild í bata sjúklinga með erfiða sjúkdóma. Ég get heldur ekki látið hjá líða minnast á síðastliðin 2,5 ár sem við höfum eytt sameiginlega í baráttuna gegn COVID-19. Barátta gegn heimsfaraldri er mikið og krefjandi verkefni sem reynir á alla þegna samfélagsins. Fyrir okkur sem stóðum í stafni í þessari baráttu þá reyndi á þekkingu og kunnáttu okkar sem að fæst með námi eins og því sem að þið eru nú að ljúka. Það reynir á innsæi sem er öðlast með reynslu, reynir á umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra, úthald, seiglu og lítillæti yfir unnum sigrum. Hverju get ég svo miðla til ykkar að minni reynslu? Það er fjölmargt sem ég get ráðlagt ykkur í dag, en á endanum er það ykkar að nýta þau tækifæri sem þið fáið og hlusta á ykkar innri rödd. Verið óhrædd við að vera því sjálf, verið óhrædd við að reyna á hluti, upplifa, læra og njóta. Látið ykkur dreyma og setjið ykkur markmið, en munið að lífið er á meðan á vegferðinni að markmiðinu stendur, en ekki endilega þegar markmiðinu er náð. Gleðjist yfir hinnu smáa sem þið upplifið í hinnu daglega amstri og látið mótlæti ekki draga úr ykkur kjark, heldur sýnið þrautseigju og seiglu. Fátt gefur eins mikla ánægju í starfi og í lífinu öllu eins og að upplifa árangurinn af seiglu og úthaldi. Verið dugleg að mynda ykkur skoðanrám sem flestu, en byggið þær á staðreyndum og sem mest á vísindalegri þekkingu, en ekki á kreddum og sögursögnum. Standi með ykkar skoðunum en sýnið skoðunum annarra umburðarlyndi. Verið einnig óhrædd við að skipta skoðun ef sýnt þykir að ykkar skoðun er ekki rétt. Það kann að vera að skoðanir annarra á endanum reynist réttar. Verið jákvæð og þá gengur allt miklu betur. Verið einnig óhrædd við að láta reyna og geti ykkur á hæfileika, jafnvel á þeim sviðum sem þið teljið að þið hafið litla hæfileika. Oft munið þið komast að því að þið geti meira en þið haldið. Þetta á einmitt kannski við mig í dag. Það sem að kannski er mikilvægast á þeirri vegferð sem þið nú að leggja í er að hlúa vel að ykkur sjálfum og þeim sem standa ykkur næst. Ræktið samband við ykkar vini sem þið hafið eignast og munuð eignast og komið fram við alla eins og þið viljið að komið sér fram við ykkur. Að síðustu vil ég hvetja ykkur til að tilenga ykkur æðruleysisbænina. Svo kölluðu því fátt finnst mér eiga betur við í áreitu dagsins í dag en æðruleysisbænin. Þessi til staðfestingar þá vil ég upplýsa að á mínum vinnustað þá höfum við látið hengja hann upp alla veggi og ég er óþreytandi við að minna fólk á æðruleysisbænina þegar að hlutinni fara að ganga illa. Æðruleysis, það kunna nú reyndar allir æðruleysisbænina held ég, eða flestir, en hún hljómar þannig: Guð gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt,
kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Á mannamáli má útlista æðruleysisbænina þannig: maður á ekki að eyða púðri að fárast og ergja sig yfir hlutum sem maður getur ekki gert neitt í. Heldur á maður að beina kröftunum í þá hluti sem maður getur breytt og svo þarf maður að vanda sig að greina þarna á milli. Að endingu þá vil ég enn og aftur óska ykkur til hamingju með daginn og óska ykkur allsins besta í framtíðinni. Takk. Munurinn á mér og Þórólfi, við standið upp fyrir honum en setist niður fyrir mér. Takk fyrir þetta, Þórólfur. Orðasönnu. Þessu fer að ljúka hjá okkur. Að síðustu þá ætla góðvinir Háskólans á Akureyri að veita viðurkenningar og það hún vinkona mín, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, formaður góðvina sem afhendir viðurkenningarnar. Gjörðu svo vel. Kæra háskólasamfélag, elsku kandidatar, innilega til hamingju með árangurinn og áfangan. Þetta stór dagur í ykkar lífi. Það svo gaman að koma inn í háskólan að morgni brautskráningar og maður finnur, hún svona áþreifanleg spennan og eftirvæntingin og það herpist svona í öxlunum og nú eru þið loksins búin að fá skírtein í hendunar og getur svona farið að slaka á. Axlina aðeins farin að svona vera betri. Þið sjáu það ekki á mér að því ég er með þessa fáránlegu axlabúða. En ég er komin hérna til að veita viðurkenningar góðvina. Góðvinar eru sem sagt samtök nemenda sem brautskráðir eru frá HA og annarra velunnara háskólans. Þetta 18. skipti sem að góðvinir veita þessi verðlaun fyrir þá kandidata sem að unnið hafa óeigingert starf í þágu háskólans. Með því til dæmis að kynna, efla félagslífið og eða sitja í hagsmunanefndum fyrir hönd nemenda. Það gríðarlega mikilvægt að stúdentar og nemendur taki þátt, segi sína skoðanir, því félagslífið ekkert síður mikilvægari lærdómur en háskólaganga sjálf, háskólanámið. Það mjög mikill heiður sem fyrrum stúdent við HA að fá að veita þessar viðurkenningar fyrir hönd góðvina sem myndi vilja halda utan ykkur brautskráðu nemendunar. Góðvinir ætla svo að hafa haldið endurfundi árlega, en markmiðið með því að tengja okkur betur saman og þær góðu minningar sem við eigum við háskólan. Ég vil því hvetja ykkur öll til að gerast góðvinir, það er mjög einfalt, bara inn á góðvinir.is. Heiðursverðlaunin eru nælur sem gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðar og það von okkar að handhafar viðurkenningarnar beru næluna með stolti. Til að mynda á endurfundum, en einnig við önnur hátíðleg tækifæri. Nælan eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristnir Hrafnsson sem stendur á háskólasvæðinu innan fyrir utan og vísar til árvekni sem einkennir gott háskólafólk. Einnig fá handhafar heiðursverðlaunanna viðurkenningaskjal. Ég ætla að biðja rektor að vera með til halds og traust við afhendingu viðurkenningarinnar. Góðvinir veita að venju einum kandidát á hverju fræðasviði heiðursviðurkenninguna. Í ár hlýtur af heilbrigðisvísindasviði Eva María Matthíasdóttir viðurkenninguna og á viðskipta- og raunvísindasviði það Særún Anna Brynjarsdóttir. Ég vil biðja að koma á sviðið. Ég ætla að lesa smá umsögnum þessar fínu konur. Í umsögnum Evu Maríu segir: Eva María hefur sinnt góðu starfi innan hjúkrunarfræðideildar og hefur meðal annars verið fulltrúi hjúkrunarfræðinema í stúdentarráði hún gegndi stöðu formanns Eyrar skólaárið 2019-20. Eva María stóð sig með prýði og lagði mikla áherslu á hagsmunabaráttu stúdenta ásamt því að sinna náminu vel. Eva María var formaður gæðanefndar SHA skólaárið 2020-2021 ásamt því að gegna stöðu hagsmunafulltrúa Eyrar þar sem hún var talsmaður stúdenta gæðamál Háskólans á Akureyri.
Eva María er jákvæð, metnaðarfull og dugleg. Þá er einnig afskaplega gaman að vinna með henni. Hef ég heyrt. Ég hef ekki verið að segja svona út í. Í umsögnum Særúnu Önnu segir: Særún var formaður Stabbo skóla árið 2020-2021 og fjármálastjóri SAA skóla árið 2021-2022. Eins og gefur að skilja voru þetta krefjandi tímar. En Særún var einstaklega áreiðanleg í sínu starfi. Einnig kom Særún sterk inn við framkvæmd opnu dagana sem aðalfulltrúi SAA í starfi Landssambands íslenskra stúdenta. Særún gengur í málin af miklu öryggi og festu. Hún hefur ríka ábyrgðarkennd og er góður málamiðlari, kostur sem kemur sér vel verandi þýburi. Til hamingju. Kæru gestir, þetta tókst hjá okkur. Þetta er búið. 9 mínútum undan áætlun. Svona virkar Háskólinn á Akureyri. En þá er brautskráningu kandidat af heilbrigðisvísindasviði og viðskipta- og raunvísindasviði. Þessu fer að ljúka, en við munum að sjálfsögðu gleðjast og taka á móti kandidatum og öðrum gestum, annars vegar á Jóðgangi heilbrigðisvísindasviðs og á Borgum, sem er heimasvæði viðskipta- og raunvísindasviðs. En við göngum úr salnum og við gerum það á hefðbundinn máta. Fyrst fara Þórólfur Guðnason, rektor, sviðsforsetar, kandidatar og loks aðrir gestir. Mér langar að lokum til þess að minna ykkur á að munið þið eftir þessum tíma, verið þið dugleg við að hrósa ykkur og hampa ykkur fyrir afrekin sem þið hafið unnið á ótrúlega skrýtnum tímum og haldið þið áfram að bera Háskólann á Akureyri í hjörtum ykkar eins og ég veit að við sem á undan ykkur fórum gerum alla tíð. Þetta er stórmerkilegu skóli og við eigum að hampa honum hvar sem við förum og tala hann og segja frá honum vegna þess að það er ekkert allir sem gera sig grein fyrir hversu merkileg stofnun þetta er. Verið sæl, takk fyrir, njótið helgarinnar, góða skemmtun.